Næst komið að framúrskarandi þróunarverkefni, þar sem koma til greina verkefni sem tengjast skóla eða frístundastarfi, listnámi eða öðru starfi með börnum og ungmennum. Við skulum sjá tilnefningar. Framúrskarandi þróunarverkefni. Gullin í grenndinni, útináms- og samstarfsverkefni, leik- og grunnskóla á Selfossi. Meginmarkmið verkefnisins að nemendur kynnist náttúrunni og læri og upplifi hana á fróðlegan og skemmtilegan hátt, auk þess að skapa tengsl á milli skólastigana tveggja. Íslensku brú Breiðholts. Samstarfsverkefni að efla íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Verkefni sem leiðir saman grunnskólana 5 í Breiðholti til að efla og samhæfa kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Vinna að fjölmenningarlegum kennsluháttum í samvinnu við starfsfólk og efla samstarf skóla og heimila barna af erlendum uppruna frá upphafi grunnskólagöngu þeirra. Lítil skref í leið til læsis. Samstarf leik- og grunnskóla málörvun og læsi. Samstarfsverkefni leik- og grunnskóla á Húsavík að efla málþroska og læsi, sem og foreldrafræðslu. Áhugaverður þáttur í þessu verkefni aðkoma sjúkraþjálfara sem meðal annars kannar fínhreyfinga barnanna og leiðbeinir þegar á vantar. Forseti Íslands, aðrir góðir gestir. Það kemur í minn hlut að gera grein fyrir verðlaunum fyrir framúrskarandi þróunarverkefni. Verðlaunin í ár fær verkefni Lítil skref á leið til læsis. Samstarfsverkefni leikskólans Grænuvalla og Borgarhólsskóla á Húsavík málörvun og læsi. Ég bið Þórgunni Reykjalín Vigfúsdóttur, skólastjóra Borgarhólsskóla, Sigríði Valdísi Snæbjörnsdóttur, leikskólastjóra Grænuvalla og Kolbrúnu Ötu Gunnarsdóttur, deildarstjóra við Borgarhólsskóla, að koma hér upp og taka við verðlaununum. Þetta byggir á gömlu samstarfi sem hefur verið í mörg ár við leikskólan og mér langaði svo að gera þetta markvissara og fara að vinna meira með læsi og þennan flutning á milli skólastofnana. Þannig að við gætum mætt nemendum okkar strax. Bara leið við byrja í fyrsta bekk þá vissum við stöðuna og undirstöðatriðin og við færum að læra hvert á öðru og þekkja styrkleika beggja skólastiga og nýta þau og til að undirbúa börnin og foreldra þeirra betur fyrir að byrja í fyrsta bekk. Þetta byrjar í rauninni þannig að við vorum í skólaheimsókn í Háskólanum á Akureyri og ég fer að ræða við þær ef maður færi eitthvað hvort þær voru til í að koma inn í af því að þær eru með byrjendalæsið og við erum byrjendalæsskóli og þær voru tilbúnar í það. Svo var ég reyndar í sjúkraþjálfun sjálf og var að ræða þetta við sjúkraþjálfarinn minn, hana Natasju, sem sagði mér þá að hún með master í barnasjúkraþjálfun og hefur sérhæft sér svolítið fínhreyfingum barna. Þannig við fengum hana með í verkefni, þannig að hún hefur verið að vinna með fínhreyfingarnar hjá þeim og búin að gera fínhreyfipróf á þeim öllum til þess að vita hvað við þurfum að gera til þess að hjálpa þeim í skriftinni. Nýjustu rannsóknir sýna að það kveikir á sömu stöðum, lestur og skrift, þannig að það mikilvægt að við séum með ákveðna fínhreyfifærni líka þegar við erum að læra lesturinn. Við erum byrjendalæsskóli, þannig að við vildum náttúrulega bara byggja á þeim grunni sem við værum að nýta. En svo náttúrulega bara þessi kennarar sem við erum að vinna með bara frábærir og eru svo skapandi og bara sjá tækifæri í alls konar efni við og öðru. Í rauninni þetta bara algjörlega þeirra verk og hvað þær spinna út úr verkefnunum sínum. Það bara alveg frábært. Nú erum við að fara inn í annað ár að samvinnu þróunarverkefni með grunnskólanum Borgarhólsskóla, þar sem að elstu börnin hjá okkur og yngstu börnin í Borgarhólsskóla vinna svolítið saman og við gerum það í gegnum læsi. Við gerum þetta tvisvar yfir árið, þetta 2 lotur og við hittumst í 2 vikur, tvisvar sinnum og við skiptum þeim í 2 hópa og þau svissa. Helmingurinn á fyrsta bekk fer í leikskólan og helmingurinn og leikskólanum yfir í fyrsta bekk. Svo skiptum við þeim í stöðvavinnu og þau vinna verkefni og þau fá alltaf leik með
og svo í seinni vikunni þá vinnum við alltaf með uppbyggingu bókarinnar og þá erum við í útivist með leikskólanum. Við erum að föndra eða mála alls konar svona verkefni út frá bókinni. Við leggjum í leikskólanum virkilega áherslu á útikennslu og við erum með þetta útikennslusvæði hérna sem bara skógur rétt fyrir ofan grunnskólan og við erum með annað útikennslusvæði sem nær leikskólanum og við vildum bara tengja útikennsluna við þetta verkefni til þess að halda okkur í svona leikskólakennslunni. Við erum til dæmis að gera alls konar orðasúpur, láta þau leira stafina og við höfum líka verið með þau úti og látið þau búa til kannski stafi úr einhver náttúrulegum efnum, laufum og trjágreinum eða því sem við finna út í náttúrunni. Hvað segir krakkar, þið spæjarar? Hvað þið að gera? Ég bara hjálpa krakkanum. Ég bara hjálpa þeim að finna þetta. Er skemmtilegt að vera svona spæjari? Já. Ég sé mjög vel. Við vinnum þetta út frá bókum og núna erum við að vinna með bók sem heitir Árstíðarverur og við erum búin að setja upp árstíðarverur í skóginum og þau eru til dæmis núna að finna bókstafi sem tengjast verunum, setja það á sína staði og bara læsi það, þekkja náttúruna og þekkja bækurnar sem við erum að lesa og svona. Krökkunum finnst þetta æði og þau eru svo dugleg að koma inn í skólan, leikskólinn. Og fyrsti bekkur elskar að fara aftur tilbaka að hitta krakkana sem voru með í fyrra. Hvað er uppáhalds stafurinn? Saman bara í B, því að hann er fylltur í nafninu mínu. K og A. Minni A. Ég kann líka pólvik. Á pólvik? Ég líka. Hvernig gerum við það? Einu sinni þegar þeir eru alltaf þegar mamma og pappi gerir skilabóð með símtölu. Þá les ég alltaf skilabóðin. Þú veist alltaf hvað við erum að senda? Já. Þetta hefur reynst mjög vel. Við erum búin að keyra þetta í 1 ár og þegar við tókum lesfimina í vor þá náðu yfir 92% barna í fyrsta bekk, fyrsta viðmið. Þannig að við erum að ná gríðarlega góðum árangri í lestrinum. Þannig að þess vegna viljum við halda áfram. Og ég bara vona að fleiri taki þetta upp og nýti þetta verkefni vegna þess að það allavega hefur gefið okkur mjög góð raun og ég held að þetta geta gert það á fleiri stöðum. Þarna fengum við innsýn inn í þróunarverkefnið Lítil skref á leið til læsis. Hún er komin hingað til mín skólastjóri Borgarhólsskóla, Þórgunnur Reykjalín Vigfúsdóttir. Innilega til hamingju með verðlaunin. Kærar þakkir. Er það ákveðin viðurkenning fyrir verkefnið að fá þessi verðlaun? Það er mjög mikil viðurkenning og bara mjög mikil hvatning til framtíðar að byggja enn frekar á þeirri fagmennsku sem hefur orðið til í þessu verkefni. Og þetta byggir svolítið á líka að kennararnir séu hugmyndaríkir, ekki satt? Jú, stendur og fellur með hugmyndaöfgi kennarana og þeirra gleði til að skapa aðstæður sem að skapa mikinn áhuga hjá börnunum, bæði elstu börnum í leikskóla og yngstu í grunnskóla á læsi og stöfum og bara umhverfi sínu í heild sinni. Og þeirra samstarf hefur verið, ég ætla bara að segja ekkert minna en stórkostlegt, þar sem að þau hafa verið að leggja á sig og prófa algjörlega bara framúrskarandi. Kæra þakkir fyrir þetta og innilega til hamingju aftur. Kæra þakkir, takk.